Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að sjálfsögðu að ljúka honum á smá tónlist, en hingað til mín kominn Baldvin K.R. Baldvinsson, einsöngvari og hrossaræktandi. Vertu hjartanlega velkominn í þáttinn, Baldvin. Þakka þér fyrir. Og þú ætlar að syngja fyrir okkur hérna á eftir og Valmar Valjóts ætlar að spila með þér. Já, við ætlum að leika okkur aðeins. Já, einmitt, og þið ætlið að syngja lag eftir Fikka, Friðrik Jónsson, ekki sant? Jú, Halldór Stöðum. Já, sem að samdi nú æði mörg lög sem að hafa lifað með þjóðinni. Já, alveg frábær lög. Já, svo það er Rósin og Við gengum tvö, svona meðal annars. Já. Og Dísu. Já. Það er alveg urmull af lögum. Já. Svo sem engin fjöldaframleiðsla, en þetta voru allt saman grípandi lög. Já. Falleg melódía í þeim öllum. Já, og þú þekktir Fikka sjálfur? Jú. Móðir mín og Fikki voru systkinabörn í báðar ættir. Já. Hvorki meira en minna og voru uppeldi systkin og miklir og góðir vinir. Já. Og ég man nú ekki eftir mér öðru sinna Fikki væri tíður gestur heima. Nei, einmitt. Og umtalaður og vinsæll. Já, einmitt. Spilaði á dansleikjum í Strimpugölnu sem kallað var. Það var félagsheimilið okkar þá. Það var nú ekki stórt. Nei. Spilaði einn. Já. Og þá bara á píanó eða nei, á harmoníku? Alltaf með harmoníku. Sjálfs hvernig lækir. Bar hana á milli staða, á milli sveita. Já. Hann sagði mér sögur af því. Já. Og síðar þegar að ég fór að fikta við að syngja, þá náttúrulega söng ég mikið með Fikka. Já. Og meðal annars kendi hann mér Rósina. Já. Ég söng hana fyrst með honum við athafnir. Það er nú ansi merkilegt að fá að syngja svona dáð lag með tónskáldinu. Já, ég lít þannig á að ég búi að því enn. Já. Hvernig hann munstraði það í mína sál. Einmitt. Þannig að mér líður alltaf vel í Rósinni. Já, ég trúi því. Og þú búin að syngja lengi. Já. Og er þetta ekki alltaf jafn skemmtilegt? Jú, þetta eru skin og skúrir í því. Maður er náttúrulega misjafnlega upplagður. En yfir höfuð er það alltaf gaman. Söngurinn er þannig að það syngur engin öðru sem að vera með skapferlið í góðu lagi. Nei. Og þetta er sálar bætandi. Já. Ég held að það geti flestir kvittað upp á það. Já, ég vona það og ég hef reynslu af því að þó manni fyndist maður mjög uppgefinn eftir vinnudaginn að þá að fara á söngæfingu. Ég var lengi í kallakór og alltaf í kirkjukór og söng líka lengi tvísöng með Baldri bróður mínum, Rangórbræður. Já. Vorum við sungum undir því nafni. Já. Og maður kom alltaf betur undirbúin þegar maður var búin að fara á æfingu. Maður var alltaf komin af lúin eins og maður kallar það. Já. Þetta var æfingarna, söngurinn eins og ég segi, eftir fyrstu 2 lögin þá var þreytan farin. Já. Þessi svona vinnuþreyta. Einmitt. Og syngurðu fyrir hestana? Já, ég geri það nú alltaf en samt nú svona það er nú svona rík og svoleiðis nú ekkert vinsælt Nei, það þarf að passa upp á hljóðfærið. Já, en auðvitað ef góðir gestir koma í hesthúsi þá það tekur maður lagi fyrir þá. Já. Telur það ekkert eftir sér? Nei, en ég er nú þingeyingur eins og þú veist og ég er nú þeir þurfa að biðja það þá Einmitt. Hæverskur þingeyingur. Já. Og þetta það auðvitað, en eins og þú sagði mér hérna fyrir viðtalið þá náttúrulega, það listsköpun líka að rækta og temja hrossin, þannig að þetta fer bara vel saman. Ég lít þannig á það að ef þú ætlar að rækta almennilegan hesta þá verður að hafa takt og tón og hljóm. Já. Mér finnst þetta vera þess vegna hef ég sagt þegar að vera að tala það hvort að ekki vera það nú beingreiðslur í sauðfjárbúskap og kúabúskap og nefndu það grænmetinu og öllu því. Já. En menn hafa verið að tala að hrossabændur þyrftu að fá stuðning frá hinu opinbera og þá hef ég nú lagt frekar til að við fengjum listamannalaun. Já. Frekar heldur. En stuðningslausir eigum við að vera, við að bjarga okkur bara. Já.
já, við skulum sjá hvernig fer með listamannalaun, það er aldrei að vita Maður veit aldrei hvað gerist. En bara þakka þér kærlega fyrir að koma hérna í þáttinn og ég hlakka til þess að heyra ykkur syngja. Já, þakka þér fyrir. Og það eru sem sagt Baldvin Káur Baldvinsson og Valmar Valjót sem ætla að slá botninn í þennan fyrsta föstudags þátt ársins. Kærar þakkir fyrir að horfa, við sjáumst hérna á sama tíma í næstu viku. Vertu hjá mér Dísa, meðan kvöldsins klukkur hringja og kaldir stormar næða skó og eyði sand. Þá skal ég okkur bæði yfir djúpið dögga syngja, heim í dalinn þar sem ég að byggja nema land. Og meðan blómin anga og sorgir okkar sofa, sætt að vera fátækur, elsku Dísa mín, og byggja sér í lyngholti lítinn dalakofa við lindina sem minnir á bláum augun þín. Ég elska þig og dalinn Dísa og dalurinn og fjöllin og blómin elska þig. Í norðri brenna stjörnur sem veginn okkur vísa og vorið kemur bráðum. Dísa, kiss